Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor, segir að fólk telji að mikil spilling sé á Íslandi en lítill hluti hafi persónulega reynslu af henni. Trúin á að hér sé spilling geti grafið undan stjórnkerfinu. Félag stjórnmálafræðinga stóð fyrir fundi spillingu í íslensku samfélagi í hádeginu í dag. Þar voru kynntar fyrstu niðurstöður rannsóknar sem gerð var í desember 2014. 1500 kjósendur á Íslandi tóku þátt í henni og einnig sérfræðingar í félagi stjórnsýslufræðinga. Spurt var hvort fólk teldi að hér væri spilling og hvort það hefði persónulega reynslu af henni. 70% kjósenda telja að sé mikil eða frekar mikil spilling á Íslandi en þegar við förum að skoða gögnin, þá kemur í ljós að mjög lítill hluti kjósenda hefur einhverja persónulega reynslu. Spurt var mismunun, fals, sérhagsmuni, mútur, fjárdrátt og nauðung. 70% kjósenda töldu að mismunun ætti sér stað á Íslandi en innan við 20% höfðu reynslu af henni. 60% töldu að hér væri mikið fals, 12% höfðu reynslu af því. Samskonar niðurstöður komu fram sérhagsmuni, fjárdrátt og nauðung. Gögnin benda til þess að þjóðfélagsumræða móti upplifun kjósenda á spillingu. Já, líklegasta niðurstaðan svo að kjósendur hafi frekar ýkta mynd af því hversu mikil spilling sé á Íslandi. Telur þú að það sé spilling á Íslandi? Já. Einhvern tímann hefur spilling verið tengd við það að væri verið að hygla fólki eða til dæmis eins og í stjórnmálaflokkum að sé verið að hygla fólki eitthvað í kringum stöðuveitingar eitthvað slíkt og ég held að það sé nú meira að minna bara hverfa og Bara það sem kannski kalla klíkuskapur, skilurðu, að menn, gera öðrum hærra undir höfuði heldur en kannski einhverjum sem þið þekki ekki eða eitthvað svoleiðis. Ég held að ríki spilling í stjórnmálum, hugsanlega í fyrirtækjum, hugsanlega hjá lögregluembættinu. Ég held að bara spillingi leynist við það. Það sé bara náttúrulega mjög neðan í þar, náttúrulega. Ef ég svara bara á tilfinningunni, svona beint út, þá myndi ég segja já. Hefur einhver reynslu sjálf af spillingu? Nei, bara heyrt sögur og lesa mig til það. Þetta náttúrulega hættumerki. Ef mjög stór hluti kjósenda upplifir það svo að það sé spilling, þá grefur það undan lögmæti stjórnkerfisins, fólk missir traust á stjórnvöldum og hættan svo að það verði erfiðara fyrir stjórnvöld að eiga við kjósendur. Þetta getur jafnvel ýtt undir spillingu ef að opinberir starfsmenn og stjórnmálumenn fara að trúa því að spilling sé útbreidd, að þá skapast það ástand sem vel þekkt víða í þriðja heiminum, að fólk byrjar að hugsa, já, allir aðrir að gera þetta, akkur ég ekki að gera þetta líka.